Þetta beint fyrir utan hótelið okkar. Þeir eru mættir hérna, stangveiðimennirnir. Öggulegi kallar. Hér dammur. Fiskistiga hér í miðjunni. Þessi einkennilega bygging hérna fyrir ofan, þetta geðsjúkrahús. Þetta merkileg bygging. Já, Lí, hún falleg á henn, svo. Mikið af fólki hérna labba með hunda og hafa það huggulegt. Þessi góður. Það ekki smá. Fínt hundur. Jæja, þetta nú Írland. Hér á sem að heitir Bandon. Bandon, já. Og rennur hér ekki langt frá Cork. Við erum svona að kíkja á hana. Þetta lengt svæði. Það mikið af svona lygnursvæðum hérna nálægt sjónum. Við sjáum hérna mikið af grasi hérna úti. Hér kemur svo rétt fyrir neðan svæði sem framleiðir aftur. Það eru steinar og stöðugur straumur. Þetta sjaldgæft að sjá hérna svona minnst að kosti á þessum hérna láglendinu. Hérna nú bara býflugnabú, það ekkert öðruvísi. Það hérna aðeins neðar, hérna niður á beygjuna, nú þar reyndar sleppir alveg straumnum, þannig að hér sæmilegt svæði, þetta svona 150 metrar. Já, það dammur þarna, það svo damm eftir, right? This was. She was shifted up to Dublin. Wouldn't have happened in our town because there was a load of lakes and you had wildlife there and you had a lot of sort of fish, which is roach, which is very scarce here. Ah, yes. So it's great. Shame. Yeah. Is there roach still in this river? No, nothing. They were in the pond now inside now we call the pair. Okay. And it couldn't have happened in any other town. Right. As simple as that now. Those buildings wouldn't be allowed in any other part of the town because it's blocking the sky out here for this old church which is the historic. You can't see the damn thing. No, you can't, no. Og þetta Lee áin í miðri Cork. Hér eru menn með svokölluð draftnets eða ádráttarnet. Þetta ennþá leyft. Draga á fyrir lax í ósunum. Mér sýnist þeir binda hérna annan endan við og láta hanga bátinn eins og þeir sé að bíða eftir að loka hann hérna inni og draga svo að. Ég nú ekki alveg klár á því hvernig þetta gengur fyrir sig en kannski sjáum við það. They get 6 tags. That's it. And then they expect them to pay double the license fee. Right. Like they done to us. They're after doubling our fee, you know that yourself. That's right. Yeah. So we have to, you can't put an anchor out. Last week in the bad weather we were there in Nearlock. That's where our boat was, there we couldn't fish. Yeah. We were 4 storm days, that's it. I'm delighted someone is taking an action against them. So they want to know how far we get. Hér stangveiðimenn til vandræða. Þeir mega sjálfur ekki veiða neitt því að þeir verða að sleppa öllum fiski. Þeir fá 1 merki sem sett í þann fisk sem hirða, öðru verða þeir að sleppa. Og verðið á þessu eina merki, þessum eina fiski sem við mega veiða á 3 mánuðum, það hefur tvöfaldast.
delayed it because I and they are in the job taking the money. Should we put in money for that? You did, yeah? Association up the ad. Oh, very good. That's great. It is a disgrace that you're after. Hann verið að draga inn á forseti, fáið. That you're after fucking. Þetta eru mörkin sem eru sett í fiskinn, það er... Ég er að segja að þetta eru mörkin sem eru sett í fiskinn. He's a nice man, Dela. Ah, det? Oh, ja. Það er allt saman verð, þannig að það er rekja allan fisk sem það er keyptur. Komni hérna aðeins ofar. Þessir hafa þannig að þeir sjá fiskinn og setur hérna vinurinn á stól og sér fiskinn. Hérna liggur netið. Hann vaktar þarna kallinn á ofan með úr stólnum sko. Svo er annan hérna. Það passar vel upp á þetta. Það er gaman að fá flösku í netið. Það er erfitt þetta líf. Það eru nú ekki stórir þessir reflar. Þá erum við komin heim aftur eftir þetta Írlandsferðalag og upp í bústað. Það er 27. ágúst. Það hefur aukist gróður hérna alveg rosalega síðan við fórum. Það getur borið saman kannski myndir fyrir og eftir en þetta er allt í mikilli grósku. Það er búið að vera með þurrustu sumrum sem þekkst hafa en síðastliðna kannski viku, 10 daga hafa komið síðdegisskúrir þannig að það hefur nú bleikt svolítið í hérna og kippt gróðrunum svolítið upp úr moldinni. Það er eins og ég segi allt á kafi. Þegar við komum hérna þá voru ábyggilega 20 þrestir í innkeyrslunni, það var svo mikið og það eru allt útskiti hér á verundinni því að þrestirnir hafa tekið sér bólfestu hér og notað sér aðstöðuna. Það er mikil gróska, mikið gaman og gljáðiðina þarna bak við hann er allur að hressast.